Þú varst að lenda bara rétt nýlendur, getum við sagt, frá Stokkólmi, þar sem Alvotech var skráð á Nasdaq markaðinn í Stokkólmi. Hvað segirðu, hvernig var þetta? Hvernig tóku Svíarnir fyrirtækinu? Svíarnir tóku því bara mjög vel. Félagi hélt tiltölulega lítið útboð í aðdraganda skráningarinnar og seldi þar allt sem til stóð að selja til yfir 3.000 fjárfesta. Það er 3.000 nýju fjárfesta sem eru að koma inn í. Já, það eru 3.300 ef ég man rétt. Já. Þannig að þetta gekk bara, við hefnaðist bara mjög vel hjá þeim. Svíarnir eru bara að taka fyrirtækinu vel hreinlega. Já, og bara líflega viðskipti þarna á fyrsta degi og mikil gleði að koma inn í sænsku kaupallina. Félagið var náttúrulega nýbúið að kaupa sænskt félag X-Brain sem er svona bæta við starfsemi sín komið inn á sænska littæknimarkaðinn líka og ég held að þetta sé bara mjög lógisk fyrir félagin. Við erum að sýna myndir sem eru þarna, þarna er bjalla og þú fórst nú ekki með gamlu góðu bjöllum og kaupillum. Nei, það var ekki til útflutnings. Nei, við en þarna er þú í ræðustól og Róbert er þarna og fylgist með Róbert Wessman. Hvað sagðirðu? Mamma spyrir. Já, ég nefndi fór nú bara yfir hversu mikilvægt í raun og veru félag Alvotech fyrir svona þessa ört vaxandi og orðið bara stóru fjórðu stoð í svona útflutningi Íslands. Og hvað Alvotech getur leikið mikilvægt hlutverk í svona framtíðar hagvexti og svona ég dreifa áhættuna í íslensku atvinnulífi. Þetta er svona svolítið merkileg starfsemi og ný starfsemi sem þarna fer fram og er svona leiðandi fyrirtæki þessari fjórðu stoð ef má segja það. Hefur ekki Róbert Wessman sjálfur notað held ég þetta orðalag held ég að bara Alvotech eitt og sér bara geti orðið bara fjórðu. Möguleikarnir eru náttúrulega töluverðir og nú í einni ræddi ég nú aðeins bara líka hvernig félagið hefði svona gengið á íslensku markað því að það hefði gengið vel hjá félaginu hér og ef við undanskiljum nú þetta útboð Íslandsbanka sem er náttúrulega svolítið sér á bátparti að þá ef við lítum á viðskiptin á íslenska markaðum þar sem ári að þá er Alvotech það fyrirtæki sem einstaklingar hafa átt mest viðskipti með og meir en það, þetta er það fyrirtæki sem einstaklingar eru stærstu nettó kaupendurnir í að það sem ári við náttúrulega undanskiljum nú náttúrulega Íslenska banka útboði. Þannig að ég fór ræddi nú bara þessa stöðu í Alvotech hér á íslenska markaðunum og svona hversu vel það er liðið hér og hversu mikla vonir eru bundnar við það. En þessi skráning í Svíþjóð, þeir hafa mikla reynslu og það er miklu meiri dýpt í þessu líftækni og heilsumarkaði. Má ekki búast við til dæmis að við fáum svona meiri rýni á félagið? Það vonandi að sænskir greinendur fái áhuga á því að gefa út verðmöt eða greiningar á félaginu. Er það ekki svolítið það sem við gætum átt vona á þannig að hluthafar hér á Íslandi fái þá kannski fleiri skoðanir á félaginu eða að það svona dýpki ekki bara viðskipti með bréffélagsins heldur líka umræðu og skoðanir á félaginu. Algjörlega og ég held þegar við lítum á ástæður þessar skráningar ég meina Alvotech eins og ég nefndi náttúrulega að taka yfir þarna eða var að kaupa fyrirtæki í Svíþjóð. Það færi þarna eins og þú nefnir fleiri greinendur með því að það inn á sem sérhæfi sig í þessum geira og fá náttúrulega með því að fara og hvað kannski ekki síst möguleikarnir í að fá svona fjárfesta þá sem eru í Skandinavíu og í Norður-Evrópu kannski sérstaklega sem fjárfesta í líftækninni og þannig að þarna liggja möguleikarnir. Ég myndi segja að vissuleyti var þetta svolítið hliðstæð skráning eða ástæður þennar svipar eins og bara fyrir skráningunni í Bandaríkjunum að þar var markhópurinn kannski fjárfestar sem eru þá aðalega að fjárfesta bandaríska markanum. Hérna er verið að leita í rann evrópska fjárfestra meira og eins og ég segi þannig að það er mér svolítið ég held að félagið kannski kom engum órt viti svo sem alveg hvað það er að gera með þessari strategíu sinni eða þessari
að skrá sig nú á alla þessa 3 markaði því að það fær eitthvað út úr hverjum þeirra. Hér íslenski markaðurinn kannski ekki og verður kannski seint sérhæfður í líftækni en hér fá þau hins vegar sko einstaklingarna og þessa almennu fjárfesti eins og lífeyrissjóðuna og verðbréfasjóðuna. Þannig að félagið að fá svona virði út úr hverri skráningu. Ég held að þessi bara af öllu þessum ástæðum sem við nefndum hérna áðan, þessi bara lógist skref fyrir félagið að skrá sig í Íslandi.